því að hugleiðsla sterkasta og öflugasta formið til þess að umbreyta huganum. Það sem við erum að gera þegar við umbreytum hugafar okkar við erum að hugsa nýja hugsun aftur og aftur og aftur þar til að hún komin inn í hjarta okkar og við erum fara að trú henni og þessi hugsun orðin partur af okkar eðlilega, venjulega, heilbrigða hugafari og við hugsum alltaf það sem heilbrigt, fallegt og gott. Þannig æfum við okkur með að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist og hugleiðsla bara öflugasta tækið og tólið til þess að hjálpa okkur að geta stýrt hugafarinu okkar, geta stýrt hugsunum okkar og ná valdi yfir okkar eigin hugafari og skoða hvað að gerast í hugsunum mínum. Við getum ekki breytt hugafarinu okkar ef við vitum ekki einu sinni hvað að gerast þarna. Ef við erum bara aftengd og það bara eitthvað stormur í gangi, neikvæðar hugsanir, alltaf margar hugsanir, alltaf hraðar hugsanir. Og þeir sem eru að glíma við þannig hugafar sem ég þekki mjög vel og ég glímdi við þannig hugafar sjálf og gerði mér þá enga grein fyrir því hversu mikla vanlíðan og mikil veikindi það var að skapa innan með mér. Þá langar mig að benda á vefþætti Frelsiskirkjunnar sem eru inn á Spotify. Hefði farið inn á Spotify og skrifið Frelsiskirkjan vefþættir, það svona blátt logo og þar eru þættir hvernig við umbreytum hugafarinu okkar og það líka að finna hugleiðslubænir sem að hjálpa